daginn hér Júga. Við ætlum að vinda okkur í einn huggulegan jógatíma sem við getum gert heima án þess að vera með nokkur af hjálpartækjunum sem við erum oftast með í tímum. Við þurfum ekki að eiga okkur baðabrand eða neitt svoleiðis. Bara dýnun okkar og svona pínlítið pláss til þess að gera æfingarnar okkar. Við ætlum að sitja með krosslaða fætur, þannig að það svona þokkalega vel okkur. Krosslegginn bara eins og hentar okkur að vera. Byrjum á að lenda á dýnunni. Byrjum á að lenda í okkur sjálfum og taka frá akkurat þennan tíma sem við höfum gefið okkur sjálfum til að liðka okkur aðeins, styrkja okkur og teygja aðeins úr okkur og slaka svo á. Ítum aðeins í burtu því sem við höfum verið að fást við og notum tækifæri til að ná algjörum fókus á bara okkur sjálf og okkar líkama. Reynum að tengja saman líkamann, hugan, andardráttinn. Svona bara eins og það sem í raun og veru jóga gengur út á. Orðið þýðir í raun og veru eining. Það það sem við erum að reyna að gera þegar við stillum saman andardráttinn við stöðurnar. Þetta oft svona líkt við bara hugleiðslu á hreyfingu. Til þess þurfum við að verða fyrst og fremst meðvituð andardráttinn okkar. Við skulum byrja líka á því að anda núna djúpt. Finna hvernig við getum fyllt brjóstkassan alveg upp undir handakrikana, aftur í bak. Fyll kviðinn. Anda svo rólega frá okkur. Við endum inn nefið og út nefið. Inn nefið og út nefið. Við skulum byrja aðeins þennan tíma á að liðka okkur axlirnar. Við skulum taka vinstri handlegginn. Við opna hann svona alveg út til hliðar, teitt vel á fingrunum og lagt hann svo bara yfir brjóstið þar sem við tökum á móti með hægri. Pressum hann vel að og finnum þá smá teygju utanvert á axlavöðvann. Opnum faðminn, ýtum honum að, liggur alveg þvert yfir fyrir ofan brjóstin. Þumallinn vísar upp. Við getum horft jafnvel í gagnstæða átt. Yfir þá vinstri öxlina núna. Svo ætlum við að snúa þumlinum aðeins niður og upp, niður og upp. Aðeins að hreyfa handlegginn og ýta svo teygjunni aftur þéttingsfast af. Finna hvernig teygjan kemur utan á öxlina og losum við. Hvað ætlum við að gera? Við opnum faðminn, teygjum vel á fingrunum, leggjum svo handlegginn yfir kassan, finnum teygjuna utan á öxlinni, horfum svo yfir hægri öxlina. Svo losum við aðeins upp á teygjunni með því að snúa þumlinum niður, upp, niður og upp, niður og upp og ýkjum svo aðeins teygjuna. Og losum, glæsilegt. Síðan skulum við núna leggja olnbogann á kollinn ofan á annan, vinstri ofan á hægri olnbogann. Faðmum okkur svo, taka utan axlirnar og við ætlum að lyfta olnboganum upp og ýta herðablöðunum í sundur og hryggjarliðunum sem eru þar á milli út í burtu frá okkur. Þannig að við erum að ýta olnboganum fram og upp.
En bakið, það stefnir aftur. Þannig að þá ætlum við að fá smá teygju á milli herðablaðanna. Og svo losum við, skiptum hægri olnboginn ofan á þann vinstri, tökum utan um okkur, lyftum olnboganum upp, ýtum þeim fram, en ýtum herðablöðunum í sundur og hreignum aftur. Og tegjum úr okkur og svo losum takið. Við skulum festa greiparnar saman fyrir aftan bak, rétta vel úr handleggjunum og teygja handleggina eins langt frá okkur og við mögulega getum. Við lyftum þeim upp en ýtum svo frá. Kreistum herðablöðin vel saman, þéttingsfast saman. Og svo losum við. Við ætlum að koma upp í krjúpandi stöðu. Það ekki finnst óþægilegt að krjúpa, þá getum við sett púða undir ökklana ef það eru þeir sem eru stífir og stirðir, eða undir hnén ef það eru hnén sem eru aum. Og ef hnén eru mjög aum þá getum við gott líka að setja púða hérna á milli, á milli kálfana og lærana. Þá verður svona minni teygja gegnum hnén. En það er auðvitað nauðsynlegt eiginlega samt að halda þeirri færni að geta kropið í gegnum lífið. Þannig að ef þessi staða er farin að verða mjög óþægileg þá endilega æfa hana bara alla daga þangað til hún er aftur orðin jafn eðlilega eins og bara þegar við vorum krakkar. Það eiga allir að geta kropið, það eiga allir að geta setið að hækjum sér, en við sitjum svo mikið í stólum og sófum að við höfum einhvern veginn oft tapað þeirri færni. Við ætlum að setjast vel niður á hælana, slaka svolítið á í bakinu. Síðan ætlum við að teygja hægri höndina hérna aðeins út til hliðar. Þetta mjög mikið af hliðina, taka vinstri höndina hérna upp og búa til smá teygju hérna á síðuna. Ekkert mikil eða illt teygja, förum inn í hana á eftir, bara rétt aðeins að byrja að hita okkur upp. Aðeins að teygja úr vinstri handleggnum, snúum höfðinu og horfum út eftir fingronum. Bara nota hægri höndina rétt aðeins til að styðja okkur svo dettum ekki á hliðina. Teygja vel úr okkur og skilja okkur tilbaka. Nota núna vinstri til að styðja aðeins við okkur. Hægri höndin kemur yfir og við ætlum aðeins að búa til teygju hérna niður eftir hægri hliðinni, teygja mittinu. Hérna upp eftir handakrikanum og handleggnum. Getum ítt svona vöðmina þessum til hliðar líka til að ýkja teygjuna. Og svo skiljum við okkur tilbaka. Núna ætlum við að spenna aftur greipar fyrir aftan bak eins og við gerum krosslaða fætur. Reyna rétt eins vel handleggjónum og við getum. Taka herðablöðin vel saman, axlirnar niður. En núna ætlum við að hafa okkur fram. Við getum sett ennið niður og reyna að halda handleggjónum eins hátt upp og við mögulega getum. Við ætlum að anda hérna rólega. Við andum að, teygjum handleggina upp, við andum frá og slökum á höfðinu inn í stöðuna. Við andum að, teygjum úr handleggjum frá, slökum á, anda að og frá, að og frá. Inn úr nefn, djúp innöndun, teygja vel úr handleggjunum, frá öndunin, slaka á höfðinu. Andum við að og við réttum okkur upp, losum hendurnar.
finnum hvað handlegginir verða bara ótrúlega léttir og þægilegir. Síðan færum við okkur hérna aðeins til á dýnunni til þess að koma upp á fjóra fætur. Við ætlum að hafa lófana beint undir öxlunum og við höfum að bein lína frá mjögum og niður í hné. Við bara slaka á hristunum og láta svona fara þokkalega um okkur. Ef það er vont að vera mikið á hnjánum, það er að bretta upp á dýnunni eða setja eitthvað undir hnén. Svona vonandi hægt og rólega þá venjast hnén í að vera svona í gólfinu. Við kannski framleiðum aðeins meiri liðögg og meira sér bara í hnjánum með því að búa til svona þrýsting á þau. Allavega segir það einhvers staðar. Við ætlum að gera köttinn og kúna til að liðka á okkur hrygginn. Þannig við byrjum hérna í miðstöðu sem við horfum niður bara. Bakið er flatt á þess að við séum eitthvað að íkja það eitthvað óþarflega mikið. Svo næst þegar við öndum að þá drögum við hökuna inn að okkur. Við fyrir að búa til okkur stóra krippu, látum herðablöðin renna alveg í sundur og hryggjarliðin að koma hátt upp, drögum undir okkur rófina. Þannig til við komum með alveg ýktustu krippu sem við mögulega getum sett á okkur. Svo öndum við frá, byrjum að kreista saman vöðvana í mjóbakinu, senda rófuna hátt á loft, horfum við upp, ýtum svolítið í gegnum óvana hérna. Svo öndum við að, komum aftur til okkur krippu, drögum hökuna inn, látum herðablöðina vel í sundur með að draga rófuna líka undir okkur. Anda frá. Íkja þessa sveigju, þrýsta vel í gegnum lófana, einu sinni enn, búið til góða krippu og svo íkja þessa flettu svo þeir hraustlega á okkur. Dásamlegt. Síðan ætlum við aðeins að halda áfram að liðka á okkur hrygginn og vera hérna á fjórum fótum. Við ætlum að dýla rófuna aðeins. Við ætlum að setja hægri fótinn inn út í hliðar, tappa aðeins niður í þær og horfa á tærnar. Það er eins og við sem að búa til svona sé úr okkur, svona hálfgeitt bananalag á okkur. Tökum fót tilbaka, vinstri fótinn út og horfum aftur fyrir okkur. Tilbaka. Hægri, tilbaka. Vinstri, tilbaka. Hægri, tilbaka. Og vinstri, tilbaka. Og hægri, tilbaka. Og vinstri, tilbaka. Og hægri, og vinstri. Og skilum okkur hér. Það er hreint dásamlegt. Við skulum koma svo niður í barnið núna. Setjast alveg niður á hælana og annaðhvort. Setja hendur hérna niður með hliðum, ennið í gólf eða ef að barnið ykkar er það hnén í sundur og teygja jafnvel hendurnar fram, þá er það líka bara ljómandi góð útgáfa af barninu. Við finnum barnið í okkur, aðeins hvílum núna í barninu. Markmiðið í barninu er að slaka svolítið á neðri hlutanum og bakinu, þannig við reynum að hafa svolítið þungan rassinn og leyfa honum að síga vel niður á hælana. Letja svolítið hérna úr neðri hlutanum á bakinu. Frábært. Næst ætlum við að taka stöðu sem heitir hliðið og við erum hérna upp á öðru hnénu, þannig að kannski viljum við bretta eitthvað svona upp á dýnuna til að hafa hana þykkri undir hnénu eða einfaldlega bara sækja okkur púða. Við byrjum á vinstra hnénu, taka hægri fótinn hérna út til hliðar. Við ætlum að snúa tánum beint fram. Hérna ætlum við að passa okkur að læsa ekki hnénu, það er mjög freistandi, sérstaklega þeim sem eru oft með eitthvað svona ofurliðleika að reyna að hafa hnéð mjúkt. Spenna samt vöðvana hérna framan á lærinu. Við ætlum að taka stöðu sem heitir hliðið. Þannig að hægri höndin, hún er bara hérna á hnénu eða lærinu eða hvað sem að höndin nær. Og svo ætlum við að renna niður eftir fótleggnum þegar við förum inn í stöðuna. Við tökum vinstri höndina upp handleggurinn svona
við eyrað, við passum að handleggurinn detti ekki hérna fram fyrir andlitið. Þetta svona til móts við eyrað. Við erum bein í baki, dragum hökuna aðeins inn, passum að hausinn sé ekki langt hérna undan okkur. Hafa létta spennu á kviðvöðunum, ýta mjaðmarbeinunum saman, lyftum grindabásvöðunum aðeins. Og svo ætlum við að halla bara hérna yfir til hægri. Hægri hendi rennur niður eftir fætinum og teygjum vinstri hendina. Og þegar við förum ekki lengra í dag, þá ætlum við að snúa höfðinu og horfa út eftir hendinu. Passa höndin sé ekki hérna að laga niður fyrir andlitið. Við höldum alltaf handleggnum yfir eyranu. Öndum rólega að, ýtum mjöðminni kannski aðeins hérna út til vinstri. Teygjum handlegginn betur. Við erum að finna góða teygju hérna inn í síðuna. Það er ekkert svo oft sem við þurfum eitthvað að snúa upp á okkur eða gera einhverjar svoleiðis hreyfingar í hversdeginum. Þannig að við erum oft mjög stirð þegar kemur að því að snúa svona upp á okkur eða dásamlegt. Skulum koma hérna á hægra hnéð, teygja inn úr vinstri fætinum. Við munum hafa hnéð mjótt, ekki frestast til að læsa því. Spenna svo klafann hérna framan á lærinu. Slökum bara á ristinni hérna á hægri fætinum. Spennan á kviðvöðunum aðeins, mjög létt. Tökum hægri höndina hérna upp, stoppar einhvers staðar. Móts við eyrað, vinstri höndin tilbúin að renna svo niður eftir fætinum. Það er oft mikill munur á milli hliða hjá okkur. Við bara finnum hvað við förum langt í dag hérna hægra megin. Stoppum þar, horfum út eftir höndinni. Öndum inn í stöðuna. Ýkjum annars höndinni, kannski ýta hérna hægri mjöðminni út. Finnum góða teygju í mittinu. Teygjum vel úr handleggnum. Vel. Og drögum okkur tilbaka. Frábært. Við erum ennþá hérna upp á hnjánum. Við ætlum aðeins að fetta okkur bakið líka. Við ætlum að taka kameldýri með stuðningi, þannig að við þurfum í raun og veru engin hjálpartæki í dag. Við ætlum að setja bara hendurnar hérna með mér, þannig að þumlarnir ná bara nánast alveg saman. Styðja vel hérna við bakið. Við höldum við bakið svona cirka við mjaðmabeinin. Við ætlum að spenna vel vöðvana framan á lærunum. Við ætlum að spenna rassvöðvana, við ætlum að ýta mjöðmunum fram. Og svo ætlum við að draga olnbogana svolítið saman hérna, herðablöðin saman, lengja hálsinn og halda okkur aðeins aftur á bak. Ekkert allt of mikið. Létt bakfetta í dag. Við erum að ýta mjöðmunum fram, opna svolítið hálsinn, brjóstið, anda djúpt inn í stöðuna og svo gefum við eftir. Komum tilbaka, leggjumst aðeins niður í barnið, setjumst vel niður á hælana og reynum að fletja á neðri hlutanum á bakinu. Komum við hérna upp úr barninu, lyftum okkur hérna upp bara og komum hérna aðeins þvert á dýnuna. Við erum að snúa tánum bara aðeins út. Síðan ætlum við að beygja vinstra hnéð, koma hérna vel út til hliðar. Hægri, vel út og vinstri. Setjast vel inn í stöðuna. Og hægri, tvisvar enn. Vinstri, hægri, vinstri og hægri. Síðan ætlum við núna
Alltaf smá stuðning. Tyllu vinstri höndinni hérna bara í dýnuna. Þannig að koma alveg niður. Þannig að getum vísa tánum á hægri fætinum upp í loft og fengið dásamlega teygju hérna innan á lærið. Hægri höndin getur verið bara frjáls eða hún getur klappað hérna vöðvanum innan á lærinu eða líka bara haldið áfram að styðja við okkur. Skulum passa að hnéð detti ekki alltaf langt hérna inn á vinstri fætinum. Heldur ýtum við því aðeins út með vinstri höndinni. Síðan lyftum við okkur upp og við ætlum að gera þetta hinum megin. Sökkum vel niður í hægri. Við notum hægri höndina hérna til að ýta hnénu út. Og svo bara veltum við hérna tánum upp. Finnum teygjuna innan á lærinu. Njótum hennar. Og komum tilbaka. Dásamlegt, alveg hreint. Það sem við ætlum að gera núna er að búa til smá hita í líkamanum. Við ætlum að taka hund og planka 5 sinnum og svo planka og upphund 5 sinnum. Þannig að við byrjum að koma okkur kannski aðeins aftar á dýnuna. Byrjum að standa bein í fjallinu. Hnén eru mjúk. Rófan er slök. Stikkum aðeins á mjöðmunum. Finnum að það er bara eðlileg sveigja á mjóbakinu. Tökum axlirnar aðeins aftur og niður. Hálsinn langur. Hakan aðeins inn. Stökkum á kjálkanum. Og við erum auðvitað að anda inn út um nefið. Síðan ætlum við að beygja okkur bara svona í rólegheitum fram. Setja lófana í gólf og ganga hérna fram. Þangað til að við erum komin í hundinn. Getum líka aðeins þurft að stilla af fæturnar. Við erum svona cirka meðan að breyti sundur. Sendum hælana vel niður. Upphandlegginni til móts við eyrun. Og það sem við ætlum að gera er að renna okkur fram í plankan. Horfum niður. Ýta okkur aftur í hundinn. Renna okkur fram í plankan. 2, 3, 4 og 5 cirka. Og ýta okkur aftur í hundinn. Alveg eins. 4 og 5 og renna okkur fram í plankan. Halda plankanum. Og aftur í hundinn. Létta vel úr bakinu, horfa aftur á milli fótanna. Og plankan. Höldum plankanum, sterkir kviðvöðvar, sterk miðja. Og síðasti hundurinn. Og plankin. Það sem við ætlum að gera núna er að fara úr plankanum í upphundinn nokkru sinnum. Þannig að við ætlum að rúlla bara hérna yfir tærnar og síga hérna beint niður í upphundinn. Ekki að taka handbeygina. Við erum í upphundinum, setjum svo tærnar og við erum aftur komin í plankan. Sléttum úr ristunum, sígum niður í plankan. Nei, fyrirgefðu upphundin. Tærnar undir, plankin. Slétta úr ristunum. Upphundur. Ef að þetta er ofsalega krefjandi, þá getum við komið hérna niður á hnén og gert upphundinn, plankan, komið niður á hnén fyrst, upphundinn. Gerum þetta einu sinni, planki, upphundur,
planki, upphendur, einn enn, planki, upphendur. Héðan komum sem við á hnén og ýtum okkur aftur í barnið. Við höfum örugglega búið til svona smá hita í líkamann með þessum stöðum, hendinum, plankanum og upphendinum. Þannig að hérna er mjög gott því að við þurfum að hafa svona smá hita til þess að fara inn í næstu stöðu. Úr barninu ætlum við að koma okkur bara í rólegheitum aftur upp í hundinn. Og úr hundinum ætlum við að stíga fram í dúfuna. Þannig að við skulum taka hendurnar alveg dýnubreitt í sundur, losa hægri fótinn og fara með hægra hnéð alveg upp að hægri úlnliðnum. Síðan skulum við bara ýta okkur svona aðeins aftur og leggjast hérna niður. Við ætlum nefnilega að leyfa dúfunni að sofa í dag. Nú ætlum að leyfa þyngdaraflinu bara að vinna með okkur hægt og rólega, síga mjöðminn hérna alveg í gólf, kannski er hún komin alveg og þá erum við bara að vinna í því að bráðna aðeins betur inn í stöðuna. Við ætlum að búa til svona teygju hérna utan á mjöðminni með því að leggjast hérna fram og slaka okkur bara inn í teygjuna. Nota hverja fráöndun til að gefa betur eftir, slaka alveg á mjaðmagrindinni, slaka á lærinu og reyna að bráðna bara aðeins inn í stöðuna. Tvo langa djúpa andardrætti í viðbót. Á næstu innöndun skulum við setja lófana hérna aftur í gólf og ýta okkur aftur upp í hundinn og stíga mjög fast í hægri fótinn hennar sem var krumpaður undir okkur til þess að koma blóðflæðinu aftur á hreyfingu þar. Stilla svo aftur hendurnar af, dýnubreitt í sundur, losa vinstri fótinn og koma með vinstra hnéð alveg hérna upp að vinstri úlnliðnum. Ná okkur hérna svo aðeins aftur. Það er ekki nein krafa að setja sköflunginn hérna samsíða að stutta hendanum á dýnunni, heldur ætlum við að fara bara alveg inn í sofandi slaka dúfu í dag, þannig að við ætlum bara að leggjast hérna niður og byrja bara að anda hægt og rólega inn í stöðuna. Slaka á mjöðminni, slaka á lærinu, gefa eftir í efri hluta líkamans, gefa eftir í bakinu. Nota fráöndunina til að gefa alveg eftir inn í stöðuna. Tveir rólegir andardrættir í viðbót. Anda djúpt að. Slaka, slaka. Síðasti. Svo komum okkur rólegheitum upp, setjum hendur í, stígum aftur í hundinn og þéttingsfast í vinstri fótinn. Komum aðeins líflega aftur í hann. Stoppum svo aðeins andartak hérna í hundinum, sendum hælana niður
aftur, slekum á höfðinu, sterkir handleggir. Rennum okkur svo næst fram í plankastöðuna og leggjumst niður á magann. Við byrjum að leggjast bara aðeins á annan vangann. Að finna bara, við getum látið fara þokkalega vel okkur hérna. Við ætlum aðeins að vinna með bakfætur, styrkja okkur bakvöðvana og svona smyrja aðeins taugakerfið sem kemur hérna allt saman út úr sexuáluna á okkur. Þannig að við ætlum aðeins að láta það vinna með okkur núna. Við ætlum að setja hökuna bara í og horfa fram. Við ætlum að setja fæturnar alveg saman, líma hælana alveg saman. Síðan ætlum við að taka handleggina og krækja þumlunum saman hérna fyrir ofan bak. Það getur vel verið að við bara rétt náum saman, en ef við náum alveg þokkalega í, þá ætlum við að lyfta handleggjónum aðeins upp, reyna að halda þeim beinum og lyfta svo fótunum upp. Hakan er þá bara í dýnunni, hælarnir saman. 2, 3, 4 og 5. Slaka niður, leggjumst aðeins á hinn vangann, tökum fæturnar upp í rúðurku-hreyfingu, mýkja bakið aðeins. Við ætlum að gera þessa æfingu 2 í viðbót í aðeins svona ólíkum útfærslum. Við ætlum aftur að skila fótum niður, setja hökuna í og horfa fram. Núna ætlum við að lyfta bara höndunum upp, lófarnir snúa upp og þumlarnir snertast, lófarnir upp. Kannski erum við bara hérna rétt að ná saman og það er bara fínt. Við erum bara að vinna þar sem við erum stödd hverju sinni. En markmiðið er að reyna að lyfta höndunum eins hátt upp og við getum frá bakinu, beina handleggi en samt þrýsta þumlunum svona saman. Síðan ætlum við að lyfta fótunum upp og núna lyftum við hökunni og viðbeinunum efri hlutanum á brjóstkassanum. Við ætlum að muna að anda, við hættum rosalega ofta að anda í bakfættum. 2, 3, 4 og 5. Slekum okkur niður, leggjumst á hinn vangann. Dinglum fótunum til. Og svo síðasta. Réttum úr fótunum, límum hælana saman. Teygjum handleggina hérna langt, upp og aftur. Og nú ætlum við að taka hendurnar alveg saman. En það er í boði. Keyrum herðablöðin vel saman. Drögum axlirnar niður. Síðan ætlum við að lyfta fótum, lyfta efri hluta líkamans, lyfta höndum, muna að anda, hælar saman, fullt saman að muna hérna. Fyrst og fremst að anda. 2, 3, 4 og 5. Skilum fyrst fótum, svo höfðinu, svo slósa handleggi og aðeins að dingla fótunum til. Frábært. Héðan ætlum við svo að ýta okkur upp. Í barnið aðeins aftur. Mjög gott að stoppa aðeins í því. Reyna að slaka á bakinu. Gefa svolítið eftir. 3,
4 og 5. Síðan ætlum við svo að færa okkur yfir á bakið. Það er að raða þessum tíma öllum saman hérna. Jú, það er akkurat svona. Og eftir nefnilega bakfættinu ætlum við að taka svona smá meiri vinnu fyrir bakið. Það er svona meiri styrktarvinnu samt. Við ætlum að fara upp í brú. Við ætlum að byrja á því að fara bara upp venjulega í brúna, þar sem við spennum greipar undir líkamanum. Síðan ætlum við að taka það sem við lyftum öðrum fætinum upp í einu fyrst hægri og svo vinstri þannig. Við skulum bara byrja á því að koma okkur þannig fyrir að við allan getum snert hælana með puttunum. Við ætlum samt ekkert að halda í fætur. Síðan ætlum við að lyfta upp mjöðmunum, lyfta upp bakinu, spenna greiparnar hérna undir, þrýsta greipunum vel í og svo vinna þannig að þegar við höndum að þá erum við að lyfta mjöðmunum ennþá betur upp og þegar við höndum frá þá þrýstum við handleggjunum svolítið vel ofan í dýnu. 2 3 4 og 5. Losum hendur, skilum bakinu niður, aðeins að dingla hnjánum til. Aftur stillum okkur af, við getum snert hælana, við lyftum okkur upp, spennum greipar undir líkamanum, stígum þéttingsfast í vinstri fótinn og lyftum hægri fæti vel upp í loft. 2 3 4 5. Skilum fæti niður, losum hendur, skilum okkur alveg niður. Síðasti. Finnum að við erum rétt í stöðinni, lyftum okkur upp, spennum greiparnar vel, höfðum vel saman, stígum vel í hægri fót, lyftum vinstri, vel upp með mjaðmirnar, 2 3 4 og 5, skilum fætinum niður, losum hendurnar og dinglum svo núna hnjánum til við skulum hafa fætur alveg dýnubreitt í sundur, handleggina hérna út til hliðana, að láta hnén falla alveg yfir til hægri, alveg yfir til vinstri. Við erum búin að díla hnjánum hérna nokkur sinnum til. Skulum við alltaf bara létta á fótunum og koma okkur inn í slökun. Skulum við teyga okkur eftir teppi eða peysu eða einhverju þægilegu til að hafa yfir okkur og af því við erum í heimajóga getum við verið lengi í slökun og okkur sýnist í dag. Eina sem allir gera eins er að snúa lófanum upp og loka augunum. Veltum aðeins til höfðinu. Hægla stöð á hálsinn, sléttum vel úr öxlunum, bakinu, mjaðmagrindinni, hristum aðeins fætur, spennum aðeins hnésbætuna niður í dýnuna, sleppum svo fótum, letjum á táfunum, sleppum á táfunum. Svo ætlum við að anda að, 2 3 4, frá, 2 3 4 5 6 að, 2 3 4, frá, 2 3 4 5 6 að, 2 3 4, frá, 2 3
frávöndunina, jafnvel upp í að vera helmingi lengri heldur en innan. Gefur svo andardráttinn frjálsan. Loftið rennur inn í nefið. Það rennur rólega frá okkur aftur. Hvernig hægir á hugsunum okkar. Hvernig líkaminn slaknar og gefur eftir. Skulum reyna að einbeita okkur að því núna bara að fylgjast með andardrættinu. Hvernig hann rennur inn. Hvernig loftið er frá okkur aftur. Hvernig við getum notað frávöndunina að gefa eftir. Frá tám alveg upp í höfn. Skulum taka okkur allan þann tíma sem við þurfum í slökun í dag. Ég segi bara takk fyrir, namaste.